Komið sæl aftur og verið velkomin aftur á Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og við ætlum í dag að fjalla fæðingarorlofið. En til mín eru komnar tvær góðar konur úr Háskóla Íslands. Það annars vegar Guðrún Björk Eydal, sem prófessor í félagsráðgjöf, og Ásdís Arnalds, lektor í félagsráðgjöf. Komið sælar. Sæl, og takk fyrir að bjóða okkur. Bara takk fyrir að koma. Ég ætla kannski bara að byrja á að fá ykkur. Ég veit að þið eru náttúrulega báðar búnar að stúdera fæðingarorlofið inn og út. Og viljið kannski byrja á að kannski segja mér aðeins frá fæðingarorlofslögunum. Hvernig þau eru úthugsuð og... Já, það saga að segja frá þeim. Hvar eigum við að byrja? Ég stoppaði og spyrja. Það er mjög áhugavert, ef maður horfir sögulega á þróun fjölskyldustefnu, hvað Ísland var seint á ferð, varðandi bara opinberan stuðning vegna umönnunarna barna. Ertu að tala miðað við önnur Norðurlönd. Miðum okkur svona oftast við þau, en þó víða væri leitað. Og þau byrjuðu bara seint á síðustöld Svíar fyrstir að setja löggjöfum að mæður þyrfti að geta tekið sér leyfi frá störfum eftir fæðingu og fá stuðningu það. Og svo svona þróast þetta hægt og rólega hjá öllum hinum. En við rökkum í gang 46 þegar við setjum glæsilegu almannatryggingulöggjöfina og borgum konum sem að voru í starfi með ákveðnum skilyrðum, ákveðnum upphæð. Og svo einhvern veginn þróast þetta þannig að það er bara ekki stemming fyrir því að vera að borga vinnandi konum en ekki húsmæðrum og það er flutt endurtekið frumvarp á þinginum að fella þetta bara út og það verður að endanum að þetta verður samtala fyrir alla og ekki greitt út nema að konur kjósa eiga barn heima. Og þurfa að greiða fyrir þjónustuna. Annars fór þetta bara í að greiða fyrir heilbrigðisþjónustuna af því að það að fæða barn var ekki sjúkdómur. Það var ekki veikindi. Þannig að þetta var mjög svona sérstök orðræða og allt mjög skrítið með það. Og þarna á þessum tíma Katrín Thoroddsen, þingmaður sósíalista, að berjast fyrir að það séu stofnuð dagheimili fyrir börn. En það er ekki heldur neitt verið að taka mikið í það og það er nú eitthvað svona fjés sem rennur til þess samt sem áður en þetta gerist alltaf ótrúlega hægt. Svo upp úr 60 þá er aftur farið að stað, aftur þing með sósíalistaflokksins, kona sem flytur frumvarpum að við tökum upp fæðingarorlof. En það er bara sett út á frumvarpið og þetta sé allt ómulegt og kemst aldrei neitt áfram í þinginu. Né heldur tillögur að stofna eða styðja við dagheimilega rekstur. Þannig að við erum svona á einhverju annarri vegferð heldur en hinn Norðurlöndin og þetta eru stofnuð dagheimili og leikskólar. Það eru þá sjálfboða samtök eða sjálfseignarstofnanir eða sveitafélög eða verkefnisfélög. Og svo fá ríkisstarfsmenn rétt til launa í 3 mánuði 54 og ákveðin stéttarfélög líka ná því gegn í samningum en önnur ekki. Þannig að þetta er allt svona mjög sérstakt. Og það er ekki fyrir en 85 sem að það koma svo aftur fram frumvarp á þinginu. Bjartfríður Leósdóttir flytur frumvarp að þetta veri hluti á tryggingakerfinu. Ragnhildur Helgadóttir og nokkur þingmenn og það er mjög áhugavert því hún er þá í stjórnarliði að þau flytja frumvarp það að þessum atvinnuleysissjóður séu nokkuð velstaddur að þá verði konum greiddar atvinnuleysisbætur í 3 mánuði eftir fæðingu enda séum atvinnuleysa ræða en af gleðilegum ástæðum sem var það var mikil snilld að ná þessu gegn. Og þetta var í 5 ár en það er ekki fyrir 1990 sem er bara mjög seint ef við berum saman öll okkar nágrannalönd sem að við fáum þá inn í það nú er röglast það er aðeins fyrr sem við fáum inn í almannatryggingulöggjöfina. Hvað ára er það Ásdís? Mér langar að segja 86. Já, eitthvað svo leiðis. Við getum flettið. Þá fáum við inn í almannatryggingarnar þessa lög, það er 85, ég er örugglega, það er 78 sem hitti, 85 og þá fáum við þessa
sérstöku löggjöf, aftur, við gerum þetta alltaf pínlítið öðruvísin hinnir, að þá upphæð 3 mánaða fæðingarorlofs miðuð við sko vinnustundir. Ekki hvað þú hafðir í laun, þetta hvað þú vannst mikið. Og þarna koma inn í líka bændur og námsmenn og það svona ríkir ákveð jöfnur þetta en auðvitað enga veginn að bæta upp foreldrum launatap. Og svo aukið í, það 89-90, því saman og fer upp í 6 mánuði, mánuð fyrir mánuð og þarna máttu mæður framselja 30 daga til feðra. Það gerist örsjaldan. En það var orlofin alltaf svo stutt. Þannig að það var ekkert að frétta af því. Og sko önnur Norðurlönd að setja löggjöf fæðingarorlof sem foreldrar gætu þá skipta á talsvert fyrr. Og þá leið eru það að setja inn svona 2 vikna fyrir feður. Það gerist miklu fyrr hjá þeim heldur en okkur því það gerist ekki fyrir 98 að feður fá þarna fyrsta skipti 2 vikna orlof. En miklu fyrir líka eru Norðurlöndin átt að sjá því að það að hafa fæðingarorlof sem að bara foreldrar megi svolítið deila þýðir það að það móðir sem tekur allt orlofið. Það var allstað þannig þetta voru bara örfáu feður sem að tóku eitthvað hlut að því. Þannig þau fara að velta fyrir sig hvað hægt að gera og hvernig getum við nú tryggt börnum umönnum beggja foreldra því það hefur verið markmið lengi í sífælöggjöfinni og allskyns löggjöf og það normenn sér í það vaði 93 með því að búa til taka mánuð af heildatímanum og láta feður fá hann og svo Svíjar og svo Danir og svo Finnar. Fylgja hinn Norðurlöndin kjölfarið. En það ekki fyrir en 2000 sem að Ísland tekur þetta skref og þá það Páll Pétursson félagsmálaráðherra þáverandi sem að flytur frumvarpið fyrir hönd ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar og það var líka svolítið öðruvísi en á hinum Norðurlöndum þar sem að kannski þetta ekki verið svona hægri og miðjuflokkar aðalega að berjast fyrir þessu þó það hafi verið svolítið blandað, það voru frjálslyndir í Svíþjóð líka sem lögðu áherslu á þetta. Og Ásdís, þú kannski tekur við og segir frá þeirri. Já, þannig að við fengum þarna loksins árið 2000 tímamóta löggjöf og eins og Guðni var að nefna þá voru við eftirbátar hinna Norðurlandana hvað varðar rétt beggja foreldra en við gáfum heldur betur í þarna árið 2000 og tókum hreinlega fram úr hinnu Norðurlandunum því að Ísland var þá fyrst landa til þess að tryggja báðum foreldrum jafnan rétt til fæðingarorlofs. Þannig að þegar lögin voru sett árið 2000 að þá var heildarorlofstíminn 9 mánuðir, reyndar komu réttu feðra, hann kom inn í smá skrefum, þannig að í raun og veru ekki fyrir 2003 sem að löggjöfin að fullu komin í gildi en eins og ég segi heildarorlofstíminn var þá 9 mánuðir og það voru þá 3 mánuðir eyrnamerktir hvoru foreldri fyrir sig. Þannig að ef að foreldrar eru móður og faðir þá þýtti þetta það þá eru 3 eyrnamerktir móður, 3 föður og svo 3 sem að foreldrar gátu ráðstafað að vild. Og þegar ég tala eyrnamerkingu að þá þetta þá óframseljanlegur réttur foreldra. Þannig að ef að foreldri nýtir ekki þennan rétt að þá í raun og veru fellur hann niður. Já. Og þannig náttúrulega líka breytist löggjöfin í eðli sínu því að þannig farið að greiða vinnandi fólki hlutfall af fyrir launum sem hefur ekki verið einkennandi fyrir okkar tryggingalöggjöf. Við höfum verið að allt öðru róli þar, Stefán Ólafsson lýst þessu mjög vel, að við höfum verið með meira flatabætur og síðan þá tekjutengta þannig að það dreigð af fólki en ekki bætt í eftir tekjum og þarna sem þetta tekið þetta mikilvæga skref að því það eru þetta aðila vinnumarkaðar sem eru aðilar að því að semja þetta frumvarp og styðja það og þá samið þetta að þú fáir 80% af fyrir launum í fæðingarorlofi í staðan fyrir þessar flötu greiðslur sem voru áður en það haldið enga síður réttindum til greiðslna fyrir þau sem eru ekki á vinnumarkaði en þær eru þá eins og annars staðar á Norðurlandunum miklu mun lægri.
Þannig að fæðingarorlofssjóður stofnaður, fyrst reyndar ekkert þak á greiðslunum, það alveg til 2004. Þá bara sjóðurinn orðið mjög máttlaus og lítið eftir. Þannig að þá sett mjög hátt þak. Þannig að það var talið og búið að sýna sig í okkar rannsóknum og rannsóknum annara. Ef þakið of lágt þá koma feður síður til leiks. Það bara heimilin eiga erfiðara með að missa tekjur feðra því það ennþá kynbundinn launamunur. Víðast hvar og þannig það mjög mikilvægt að það ekki sé hátt til þess að tryggja öllum að geta. En svo lendum við þannig í smá hremmingum 2008 muniði. Og stjórnvöld neyddust til að skera ýmislegt niður og þar á meðal þetta þak sem var lækkað kröftulega. Og sko, einmitt, þegar þakið var fyrst sett á, það voru ekki nema bara, 3% feðra eða eitthvað svoleiðis með tekjur yfir þakinu, en þarna þegar kreppan skall á og þá fór þá var orðið þannig að 45% feðra voru með tekjur yfir þakið, þannig að það var bara mjög stór hluti sem að varð fyrir þá verulegum skerðingum eða var þá ekki að fá þessi 80% af fyrir launum þegar þau voru í fæðingarorlofi. Og kannski líka nefna að þau erum að bera svona saman við Norðurlandi í leiðinni, þau erum að segja þess að sögu að við erum höfum alltaf verið þangað núna og eftirvarðandi lengd orlofsins. Það hefur alltaf verið ívið styttra hér. Við vorum síðust með að ná upp í ár sem gerist núna með síðustu lagabreytingu. Það var 2021. Og það kannski það bara áhugaverið þessi saga af hverju eru við alltaf svona treg til að styðja vel við þennan hóp og af hverju þetta gengið svona hægt, við höfum svo sem ekkert eitt rétt svar við því. En svona í samanburðunum þetta áhugavert. En kannski mikilvægt að taka fram að núna eftir löggjöfuna þá sem að þessar breytingar á löggjöf og nýju löggjöfuna, heildarendurskoðun löggjöfarinnar eins og það heitir árið 2021, að þá, eins og Guðný nefnir, að þá orlofstíminn heildarorlofið, orðnir 12 mánuðir, en við erum ennþá með þennan jafna rétt fyrir báða foreldra. Þannig að í raun og veru sjálfstæður réttur hvors foreldris núna 6 mánuðir, en hvort foreldri getur flutt 6 vikur yfir og hitt foreldri, þannig að þetta þýðir í reynd að það þá 4,5 mánuður á hvort foreldri sem óframseljanlegur. Og við, eins og Guðný nefnir, að við höfum hingað til verið eftirbátar hinna Norðurlandana, en nú erum við nýbúnar að gefa út skýrslu þar sem við erum að bera saman öll Norðurlöndin, þannig að núna það þannig að löggjöf landana mjög svipuð hvað varðar heildarlengd orlofsins og líka þennan óframseljanlega rétt. Ég meina Norðmenn eru líka með til dæmis 4,5 mánuð, hvort foreldri, Finnar eru með eitthvað 4. Þannig að þetta í raun og veru núna orðið mjög svipað. Og sérst þetta Svíar eru búin að standa kjöri lengi núna með 3 mánuði. Og Danir stigu út úr þessu módeli, stigu aftur inn í það núna því það kom Evróputilskipun sem að öll Norðurlönd öll Evrópulönd verða að fara eftir og þeir hoppa inn í með henni og eru komnir á svipar. Þannig að Evróputilskipunin er frá 2019 og þar sem sagt kveðið á að Evrópuríki þurfi að hafa 2 mánaða 2 mánuði óframseljanlega fyrir feður, fyrir hvort foreldri. Og það gengir mjög hart eftir að öll ríki uppfylli þetta. Þannig að þegar í umræðinu þegar við erum að tala hérna á Íslandi bara af hverju þetta ekki allt gefið frjálst, ég meina, þetta er eitthvað sérstætt Ísland, skilur. Það sem sagt ekki hægt. Nei, það er ekki búið. Nei, akkurat. Og það er líka áhugavert að við höfum alveg fengið hvíslu það að það hefur mikið verið hort til Íslands þegar þessi tilskipun var mótuð. Og Ísland hefur verið að því að við tókum þetta skref að gera þetta jafnt frá byrjun og þá hefur mikið verið hort til íslensku löggjöfarna, það vita allir hvað íslenska líkanið og mér að það var áhugavert í sænskri rannsókn meðal foreldra sem voru að spyrja hvernig þau vildu hafa þetta, þá voru þau að vísa í íslenska líkanið í samtölunum, þannig að það er ekki bara stjórnmálamenn og sérfræðingar sem þekkja það, heldur bara þetta almennt mjög þekkt
og kannski eitt viðbót sem við ættum að nefna Ásdís sem gleymist oft í umræðunni og það þessi sveigjanleiki í íslenska módelinu. Fólki finnst við erum að fá allskis fréttir núna bara undanfarið fólk sem finnst eitthvað ómulegt og þetta má allt bæta en svona einhver atri í framkvæmdinni og þá koma svona finnst mér oft svolítið mikla fyrirsagnir svona íslenska kerfi handónýtt eitthvað svoleiðis en það má finna svoleiðis galla á öllum kerfum. Já, akkurat. Og það sem hefur verið í samanburðinu komið í ljós að íslenska kerfi eiginlega bara einfaldar en flest, þau eru mörg mjög flókin og foreldrar hafa mjög mikinn sveigjanleika í íslenska kerfinu bæði til að ákveða hvað eru mikið lengi að nota réttin innan 2 ára. Þess að þetta hægt að í raun og veru nýta orlofið hvenær sem innan áður en að barnið verður nær 2 ára aldri og foreldrar geta verið á sama tíma í orlofi sem mjög ólíkt í sem að þekkist annars staðar og það hægt að í raun og veru teygja tíman sem að fólk foreldrar eru heima þannig að þú getur valið að fá þá lægri greiðslur eða lægra hlutfall greiðslana með því að og lengja þannig orlofstíman. Þannig að það er mikill sveigjanleiki. Það er eiginlega ekkert land sem hefur leyft svona mikið að gefa svona mikið frelsi til að vera saman. Íslenski foreldrar ekkert að hanga saman í fæðingarorlofi. Þeir eru að nota tíman mjög vel, svo það sé sagt. En þessi möguleiki fyrir hendi. En það er áhugavert til dæmis á Spáni sem við höfum verið að bera Ísland saman við í greinum að þar núna orlofi 4 mánuði fyrir hvort foreldri og þeir ákvaða að hafa þetta algjörlega þannig eins og bara fylgja íslenska módelinu og hafa þetta bara frjálst og það hefur svolítið virkað þannig að foreldrar eru mjög mikið að taka orlofið saman og það hefur verið bent á það í rannsóknum að það sé kannski ekki alveg þá þjóna markmið sínu þetta mynda tengslu barn og af hvort foreldri fyrir sig fá að kynnast barninu á sínum forsendum og það Ingólfur Gíslason hefur til dæmis skrifað meðal annars í bækur þar sem hefur verið fjallað þetta að þá vill það brenna við að faðirinn verður meira svona eins og aðstofmaður móður. Það einhvern veginn liggur svolítið í þessum kynjuðu hlutverkum og þannig að það er ekki farið vel endilega þar og svo líka áhugavert og kannski eitthvað sem við ættum að hugsa að þar var greitt 100% af fyrirtækjum en svo var einhver sem kvartaði því að þetta væri skattlagt og dómstólar komist á því að nei, það er bara það á ekkert að gera það. Þannig núna sem stendur, sem verður kannski breytti við það ekki, eru greiðslurnar 120% af fyrirtækjum. Og það er kannski má segja að það setur svona umönnun á nýjan stað virðingu fyrir henni og kannski eitthvað sem við ættum kannski að skoða til að og Spánn er náttúrulega svolítið áhugavert case að því að svona í umræðinu þá kannski höldum við að þar sé öll svona fjölskyldu stefna þetta sé því við Íslendingur státum okkur alltaf þessu jafnrétti og einhvern veginn kannski með það hugmyndir að ríki í Suður Evrópu séu ekki kannski eins fjölskylduvæn og ekki eins miðuð að jafnrétti foreldra en það er mjög áhugavert að þau eru að Spánni með 4 mánuði fyrir hvort foreldri og líka bara við förum yfir OECD-löndi, við erum í alþjóðlegu netverki að rannsaka, það er alltaf fleiri og fleiri lönd að koma þar inn og það gerum við áskýrslur á hverju ári kerfin og svo er það borið saman og það eru öll lönd nema náttúrulega Bandaríkin sem skerast alltaf úr í fjölskyldustefnunni komið með einhvern vísi af svona löggjöf. Þannig að það er bara líka mjög áhugaverð þróun. Akkurat, Mér fannst það einmitt áhugavert einhvern tímann ég var stödd í Íslandi fyrir nokkrum árum og þar var mér sagt að það væri 1,5 ár
fæðingarorlofið. Ég reynda að veit ekki alveg hvernig það skiptist á milli foreldra. Nei, ég glemdi að segja að þegar við byrjuðum þáttinu þá má ekki hlýða okkur yfir einstök kerfi. Nei, ég skal ekki gera það. Ég er bara algjörlega ábyrgðarlaust að varpa þessu fram. Nei, einmitt. Já, ég er ekki alveg klára hvernig er Íslandi en við skoðum nú eitthvað Pólland sem er annað náttúrulega ríki í Austur-Evrópu. Ég hugsa nú kannski eistarnir séu líkar okkur heldur en Pólverjarnir samt. En við skoðum nú pólska kerfið á sínum tíma og það er þannig í mörgum löndum Austur-Evrópu að fæðingarorlofi er mjög langt en rosalega lágar greiðslur. Þannig að það er bara föst upphæð og mæður oft heima í 2-3 ár á mjög lágum greiðslum. Þannig að það eru ekki tengdar fyrir tekjum. Þannig, það er líka áhugavert að sko nefna það að því er oft fleikt í umræðinni að það sé eitthvað svo miklu lengra á Norðurlöndunum sem það var auðvitað áður en við lögum í ár en eins og Ásdís var að nefna þá sýnir sér nýja skýrsla við það er mikil svona samleitni í þróuninni nema Svíar er alltaf með talsvert lengra og það gleymist þá og þetta sýnir svona að koma þar alltaf að vera í neðamálsgreinunum til að skilja kerfin að síðustu 3 mánuðnir eru ekki greiddir með sama hætti og fyrsta árið. Heldur er það bara lága upphæðin sem fólk utan vinnumarka fær. Svo er það líka stundum fleikt að það sé þetta geima orlofið svo lengi þar að svo langur tími til að nota það en í raun og veru er sett þak við 4 ára aldur. Þú mátt bara spara er ekki 92 eða 94 dagar sem þú mátt fara með áfram. En í raun og veru í Svíþjóð þá er hægt að nýta einhverja orlofsdaga þangað til að barnið verið 12 ára. En þeir eru þá hugsaðir þannig að foreldrar séu að nýta þetta til dæmis þeir eru starfsdagar í leikskólum eða eitthvað svona vetrarfrí og eitthvað svoleiðis. Þannig að það er hægt að þá nýta einhverja orlofsdaga. Og við erum alltaf með þetta foreldraorlof sem gleymist oft. En það er náttúrulega ólaunað. Við segjum aldrei frá því að við erum ekki eftir því, afsakið. En það er auðvitað líka réttur sem getur skipt máli en er ólaunað. Þannig að við höfum eitthvað tölfræði við hvort fólk er að nota það. Nei, það ekki bara ekki. En það er mikilvægt að muna til því að sá réttur rétt staðar. Já, einmitt. Þetta er ákaflega fróðleg yfirferð. Takk fyrir hana. Ég hef náttúrulega unnið mikið með einstæðum foreldrum og hef verið einstæð foreldri sjálf, þannig að ég er svona, einmitt þegar þú segir að það að líta á kerfin bara svona utanfrá er allt annað heldur en að, svona reyna þau á eigin skinni. Og ég veit náttúrulega að löggjöfinni var breytt þarna 2021, þannig að fólki sem var bara eignast börn 1 og ekkert annað foreldri var til stað og var þá gert heimilt að nýta. Var reyndar fyrr. Já, var aðeins fyrr, ok. Það sem að kom upp í hugan á mér þegar ég sá þetta, sem að ég sjálfsögðu fagnaði vegna þess að þetta var mikið baráttumál félags einstæðra foreldra á sínum tíma. Ég var formaður þar 2006 og það var einmitt svona stuttu eftir að feðraorlofinu var komið á og þá var að byrja svona þessar feðrahreyfingar og svo framvegis, þannig að þetta var svona svolítið smá tókstreita þarna einmitt þennan óframseljanlega rétt. En ég hafði svona mestan áhuga á því bara hvernig þetta væri í praxis. Getið þið einhvern veginn svara því hvernig þetta virkaði í reynd? Sko já, við getum það. Já. Við erum búin að rannsaka það í Aldafjórðung og Ásdís vann doktorsviðgerðinu sína það. Akkurat. Já, kannski ekki sérstaklega einstæða foreldra en við höfum skrifað grein einstæða foreldra og við höfum verið að skoða nýtinguna og kannski byrja svona aðeins á að segja bara að við vorum að tala þennan óframseljanlega rétt og hann á líka við í tilviki einstæðra foreldra ef að það er raunverulega eitthvað annað foreldri til staðar á lífi sem sagt. Og ekki á spítala eða fangelsi eða útlöndum eða eitthvað. En ef að mæður eru að eignast barn einar, það er til dæmis með aðstoð tæknifrjókunar og þannig að það er raun og veru ekkert annað foreldri til staðar að þá á móðirinn rétt á öllum mánuðum eða heildarorlofstímabilinu.
Einmitt. Og ég meina þetta getur verið mjög flókið auðvitað ef að foreldrar búa ekki saman til dæmis við fæðingu að og ef foreldrar hafa aldrei kannski mikið þekkst þá það flókið verkefni að mynda foreldrasamband, kynnast, eiga samstarf í 18 ár að ala upp barn og sko, ef maður hugsa hvaðan kemur þessi hugmynd? Jú, hún kemur 1920 og eitthvað þegar við förum að setja sifjaréttin norræna af stað og leggja áherslu á það að barn eigi rétt til beggja foreldra og það síðan nýtt mikið á þessu í barnalögunum 1981 og síðan höfum við verið að gera allskis breytingar í sifjaréttinum, innleitt sameiginlega forsjá, lögfest sameiginlega forsjá og svo framvegis. Þannig að svona áherslan í löggjöfinni sögulega séð og í fjölskyldustefnu og í barnasáttmálanum á þetta að barn á að fá að kynnast báðum foreldrum. Svo eru bara foreldrar alls konar eins og við öll vitum. Bara eins og fólk er. Og það er eins og það er réttu barna að kynnast báðum foreldrum en auðvitað þekkist það að það eru foreldrar sem að brjóta á þessum rétti barna sinna og hafa ekki áhuga á að umgangast eða kynnast barni sinna sem betur fer vonandi undatekninga tilfelli. Já, og við höfum séð sko bara í okkar gögnum að það sem við höfum gert rannsóknir ítrekkað að það er að aukast mjög mikið þáttaka foreldra þar sem þau búa ekki saman í umönnum barna sinna þannig að þetta er alveg að hafa mjög jákvæð áhrif. En við höfum líka bent á það mjög lengi eftir við gerum viðtalsrannsókn við foreldrar sem ekki byggur saman bara hvernig er þetta virka fyrir ykkur og það sýndi bara svo rosalega vel hennan fjölbreytileika hvernig fólk kemur að þessu hlutverki eins og sumir höfðu það bara mjög lítið þekkst en þetta bara gerðist og það fólk þurfti að finna taktinn sinn sjálft og ég man alltaf sérstaklega eftir einu dæmi þar sem að fólk hafði slitið parsambandi á meðgöngu en þau héldu áfram að sofa í sama rúmi einu sinni í viku til að faðirinn geti tengst barninu á meðgöngu og þú veist maður bara verður orðlaus yfir hvað fólk hugmyndaríkt og vandar sig í foreldrahlutverkinu en svo vorum við líka með dæmi þar sem að parsambönd hafði enda með kvelli og það var að lita allt foreldrasamstarf með mjög neikvæðum hætti og gerði foreldrunum mjög erfitt fyrir að eiga jákvæð samskipti umönnu barnsins og þar með hvernig þetta skipta fæðingarorlofi og við bentum á og það hefur ítrekkað verið gert í tillögum, opinberum tillögum líka að það sé þörf fyrir markvissari ráðgjöf á meðgöngu fyrir foreldra, jafnvel hvort sem er að deila sem búa saman eða ekki bara réttindi og skyldur gagnvart barni. Því þetta er alveg ferðalag og flókið og því miður erum við ennþá að sjá dálítið háar skilnaðartölu þó að eins og við höfum verið að benda á þá íslenskar rannsóknir sína fram á að það að deila orlofun vendandi þáttur að þá samt gerist þetta og það er mikið álag sem að verður á fólk í kjölfar barnigna að lækka tekjur og það er í mörgotna líta og bara svona krefjandi tímabil þannig að við myndum alla daga leggja til að við legðum meira áherslu á að vera með góða öfluga ráðgjöf það væri bara fjölskylduráðgjöf fyrir öll í ungbarna og meðgönguvendinni þannig að fólk fengi svolítið stuðning við að til dæmis klára svona óuppgerð mál í parsambandi byggja upp gott foreldrasamstarf og svona sinna þessu allega hlutverki sem foreldrahlutverki er og það skiptir gríðalegu máli sko náttúrulega auðvitað fyrir barnið að sé ekki tókstreitt á milli foreldra en líka bara fyrir sko það í hvers konar umhverfi barnið mun alast upp í til dæmis varðandi framfærslu foreldrana þannig að við höfum gerðum greiningu á gögnum sem við höfum aflað með ítrykkuðum könnunum meðal foreldra á Íslandi og það sem við sjáum þar þegar við erum að skoða einstæðu foreldrana sérstaklega
að ef að foreldrar hafa náð að deila umönnun barnsins jafnt sín á milli, ef að báðir foreldrar koma að því að annast barnið, að þá eru mæðurnar sem yfirleitt lögheimilisforeldrið, þær eru líklegri til þess að segja að það er auðvelt með að láta endan á saman. Og af hverju ætli það sé? Jú, það er auðvitað þannig að ef það er gott samstarfi með umönnun barnsins, að þá er náttúrulega kannski móðurinn líklegri til þess að geta tekið fullan þátt á vinnumarkað og haft þetta aukna svigrúm til þess að geta sinnt vinnu og svoleiðis. Ef það er eitthvað annað foreldri þarna á mótinni sem að getur tekið barnið, sko. Já. Þetta er annað sem að höfum bent mikið á í einstæðra foreldrahreyfingunum, að sjálfsögðu er það allra hagur að samstarf milli foreldra sé sem best. En það gerst ekki alltaf sjálfsögðu. Nei, einmitt. Og það þarf náttúrulega gríðarlega mikla ráðgjöf. Ég veit náttúrulega að það var í kringum þarna að sameiginlegu forsjóni var komið á, þá náttúrulega fór í gangi eitthvað batteri innan sýslumanns, en það er langur biðlisti og þetta er alls ekki eitthvað sem að kannski... Við erum nefnilega með frábært úrræði núna sem við verðum að festa sig í sessi, sem er CS ráðgjöf eftir sambúðslit og skilnað. En maður myndi þetta vilja sjá svoleiðis ráðgjöf miklu fyrr. Þannig að bæði hvort sem fólk býr saman eða er í sambúð. Að það þarf að stíga þarna fast að jarðar. Og þetta er ekki nýhugmynd, bara ég er að hugsa tilbaka. Sigrún Júlíusdóttir, prófessor í félagsráðgjöf emeritus, hún hefur barist fyrir þess að tala um þetta í áratugi og það hefur oft farið að stað eitthvað svona námskeiðahald hér og þar og Heilsugæslan á Akureyri var með frábært verkefni sem hafði mjög jákvæð áhrif sitt nýja barnið, það sem var fjölskylduráðgjöf við ákveðna hóp og það var bara gert og svo bara samt einhvern veginn festist það ekki í sessi að við erum alltaf að slökkva elda og munum ekki eftir forvörðunum okkar þetta er alltaf fólk, þetta er alltaf svona pínu flóki, en ég held að það sé við myndum spara og græða og öfla lífsgæði barna svo mikið þó þetta væri ekki stórt verkefni að þá breytir lítið miklu þarna. Já, akkurat. En við höfum ekki talað um hvernig íslenski feður, hvort þeir nýttu sér hana rétt. Já, þú hefur rannsakað það svolítið. Já, fyrstulega er náttúrulega bara til opinbera staðtölur um það, að því Fæðingarorlofssjóður hefur auðvitað talið þetta. Og það sem gerist var að feðurnir eins og Ásdís var að segja áðan, þá kom þetta mánuð fyrir mánuð og bara alveg leið þá notuðu þeir allan sinn sérstaka rétt mánuð fyrir mánuð og stigu bara mjög kröftulega inn í þetta hlutverk. Þannig að fyrsta árið eftir að lögin voru innleidd þarna árið 2000 þá var réttur feðra 1 mánuður og þá nýttu þeir að meðaltali 1 mánuð. Og svo árið eftir voru 2 mánuður og þá nýttu við 2 mánuður. Svo þegar var 3 mánuður og þá nýttu við 3 mánuður. Og svo sjáum við núna þegar við jukum ennþá frekar við þennan óframseljanlega rétt að þá eykst aftur þessi meðalfjöldi daga sem að feður nýta í orlofi. Og svona heildar niðurstaðan er að og þetta er ekki bara frá Íslandi heldur, bara almennt að feður, ef það er ekki mjög lágar greiðslur að þá nýta feður það sem þeir eiga að meðaltali, en við eigum svo áhugaverða svona tilraun þar sem að normenn ákvaða að fara að auka frelsi og bara, ég held þetta það myndi ekki breyta miklu þó að vera fækkað þessum vikum sem hvert foreldra svo þeir tóku það niður og bara leið og það gerðist þá datt notkun feðrana niður í þá tölu sem var til þess að þeir ákveðu að breyta löggjöfuna aftur og eru núna með lengra tímabil sem er ófremsennanlegt en þeir voru með áður af því að þeir sá bara þeir fóru, þannig 4,5 mánuð þeir sá það virkar þetta frelsið til að velja er ekki til staðar ennþá því við erum með svo fyrirfram mótaðar hugmyndir hvernig hlutir er að vera og svigrúm feðra virðist vera mjög takmarka til að taka rými umönnun. Og enda sjáum við það í viðtölum við foreldra það er ennþá þannig að þeir segja þegar við spyrjum hvað réði því að þið skiptu orlofun á þennan hátt að móðurinn
það var hún sem réði því, sko, þannig að það er ennþá svolítið svolítið. Já, við höfum verið að skoða þetta líka varandi, sko, bara vinnumarkaðin og svona, þetta á líka við umönnun almennt. Að, ég meina, við sjáum ekki mikið af körlum í umönnunarstörfum. Nei. Það eru örfáir sem sækja til dæmis í hjúkrun á hverju ári. Og í félagsráðgjöf okkar fæði. Við lýsum eftir ungum körlum. En hérna, þetta er bara ennþá gífurlega kynjað svið. Þannig að það er svo sterk félagslega öfl sem að halda okkur í viðjum. Þannig að ef að þessi réttur er ekki til staðar, þá gerist þetta bara ekki eða mjög hægt, eins og við reyndum aðna fyrir áratugum aðna Norðurlöndin breyttu löggjöfinni. Og það er líka svona áhugavert að hugsa það, sko, ef við verum að gera svona löggjöf í dag, myndi okkur þá einhvern tíma dett í hug að hugsa þetta sem einhvern svona pott sem við skiptum einhvern veginn milli fólks. Þú veist, myndum við einhvern tíma að segja, já, ég ætla að hafa hérna sjúkraréttin ykkar, rétti sjúkradagpeninga, það er hérna fjölskyldupottur sem fólk getur svo tekið úr og skipt með sér. Nei, við myndum aldrei gera það. Og Bandaríkjamenn sem eru svona að taka sín fyrstu skref, það eru bæði fylki og fyrirtæki og svo verið að tala að gera löggjöf, að þar er þetta bara bundið við hvert starfsmann. Þetta er engum í hugun svona tengja við einhver pör eða sameigilegt eða eitthvað. Þannig að það er þessi sögulega skýringa því sem bætt við eða verið að taka sneið af einhverju tímabili, þá fer þetta í svona svolítið þennan skrýtna farfi. Já, en mér fannst einmitt áhugavert þegar þú varst að rekja söguna að það eru stórleita til greinilega konur sem komist inn á þing sem að svolítið, það er rosalega áhugavert, getur við ekki annað þáttum það? Já, einmitt. Það var svo áhugavert. Allar konurnar, já, sko, þegar maður fyrir að skoða nefnilega löggjöfina og hérna þessi hlutverk hvern á þingi sögulega, að það eru ótrúlega mörg frumvörp á þessu sviði og líka reyndar í skattarétti varandi samsköttun sem eru flutt á konum og það eru svolítið vantaldari því það koma inn oft mjög öflugir varaþingmenn sem eru þarna mjög sterkir eins og Rannveig Þorsteinsdóttir úr Framsóknarflokki og Margrét úr Sósíalistaflokki og fleiri sem við kannski munum ekki nógu mikið eftir hvað höfðu mikil áhrif. Tala ekki kvennalistan sem kom hérna mjög öflugur inn. Og svo er líka mjög áhugaverð sögulega, nú kveiktir á taksóvildin kveikti á kvennasögutakan. Já, sko, að það er mér svo til dæmi það að þingmenn segja á þingi ég er að flytja þetta frumvarp að beiðni kvenréttindafélagsins ef að falið að flytja þá er það samið hjá kvenréttindafélaginu einhver þingmaður sendur með það upp í pontu og þeir flytja þar þannig áhrif kvenna á þessu löggjöf eru miklu meiri heldur en við höfum áður kannski talið. Já, einmitt, ég það var líka annað sem að ég staldraði við sem einmitt er svona takki sem að fer oft í gangi á mér, það er einmitt þetta með að fæðing sé ekki sjúkdómur en það hefur oft verið sko rosalega vanmetið hvað fæðing getur haft mikil áhrif á líkama kvenna og og einmitt sem betur fyrir nútíma löggjöfinu auðvitað allt öðruvísi sko þengjandi varandi þetta og verið að auka í rétt vegna veikinda meðgöngu og það er allski sem við erum aldrei að tala í þessari almennu lýsingu og var verið að auka núna fyrir fjölbæra foreldra og fleira. Og ef að barnið er mjög veikt þá var þetta að auka mánuði. Þannig að það er alls konar svona undantekningar sko ef alvarlega tilvik er að ræða. Og það er enginn sem reikna með að fæðingarorlofi sem er hugsað umönnun og barns sé nota sem veikindaréttur. Þannig að við höfum verið mjög heppin með það hvað það hefur verið ávarpa skýrt hjá okkur. En sem betur fer þá eru þetta stór hópur sem að bara þarf ekki á því að halda. Nei, en afar mikilvægt að huga líka að þeim hópi og bara almennt foreldrum sem standa fjórðuvaktina. Við erum bara höfum ágjör að því hvað þann fær alltaf litla athygli því það er alltaf lítið hluta úrtaki og einhvern veginn týnir svolítið í tölfræðinni og við þurfum auðvitað að staldra miklu betur við
þann hóp. Já, það líka bara rétt í lokin af því að einmitt við sem tölum þetta þak og það var lækka sko, en það náttúrulega botnin sem að í raun og veru skiptir mestu máli fyrir bara að fólk, að börn sé ekki að hefja sína ævi í fátækt. Já. Og fyrir fólk sem með mjög lág laun sko, að fá 80% af laununum, að það eru þetta rosalega mikil skerðing á tekjum sem að voru þegar mjög lágar, en það í löggjöfinni lágmars upphæð sem að foreldrar fá, en hún er rosalega lág sko. Þannig að þetta mjög hóp, eða þú veist, það þessar upphæðir, það sjúkradagpeningarnir, það lágmars upphæðin, fæðingarstyrkur og lægsti, sem svona einhvern veginn ekki í takti við neitt umveruleika. Og svo þessi hópur sem að minna námslánin eru mann ekki rúmlega 200, framfærsla Reykjavíkurborgar 247 ef ég maður rétt. Já, komin upp í það núna. Já, og fæðingarstyrkurinn hann kringu 220. Ég minna, þessar tölur ekki takti við lágmarslaun eða svona neitt framfærslu kostnað. Nei. Þannig að augljóslega verk að vinna í að rýna það hvernig þessir hópar eiga að komast af. Já, akkurat. Og þó þeim væri sko ávísað á sveitafélög, þá mjög líklegt að það sé mjög lítið sem bætist við þar. Já. Þannig að þarna hópur sem fær ekki náu mikla athygli, alveg klárlega. Já, akkurat. Og það einmitt, það annað sem við komumst ekki í að ræða núna, og það eru náttúrulega leikskólamálin sem að síðan hanga. Já, við komum gjarnan tilbaka til og það auðvitað mjög mikilvægt að ræða það, því við getum ekki litið á umönnunarstefnu sem bara eitthvað svona aðskilin kerfi, við getum ekki hort á fæðingarorlofi á þess að ræða líka hvernig samfella fæðingarorlofs og leikskólakerfisins, en við verðum bara að gera það næst. Kannski að loka saman með, því ég held að við hefum ekki sagt að kannski nú uppátt að við höfum verið að rannsaka þetta með þáttökuna og spurningin okkar, rannsóknarspurningin okkar hafa þessi lög ná markmiðum sínum. Já. Og það kemur mjög skýrt í ljósi öllum okkar mælingum að feður hafa ekki bara tekið þessa daga og nota fæðingarorlofi mjög vel og pari við feður á Norðurlöndum, heldur að hafa þeir líka stigið mjög öfluglega inn í umönnun barns. Já. Þannig að eftir að fæðingarorlofi líkur sko. Þannig að hlutfall foreldra sem að skiptir umönnun barna sinna jafnt til 30 ára aldurs, að það hefur hækkað stanslaust eftir að löggjöfin var sett. Og við sjáum hvernig hún að hafa áhrif á þetta umönnunar hlutverk eftir að fæðingarorlofinu líkur. Og það kannski gleymist oft hvað það mikilvægt. Já, ég held að við sjáum það bara í samfélaginu líka, við sem erum bara með kringum okkur. Sko. Þetta hefur breyst greiðarlega mikið, þannig að ég tek alveg undir það með ykkur sko. Þannig að en já, eins og ég segi, ég þarf að fá ykkur aftur til þess að alltaf til, já, bara gaman. Heyrðu, bara Ásdís og Guðný, ég bara þakka ykkur innilega fyrir komuna og við bara sjáumst síðar. Takk fyrir okkur og bjóð okkur. Og við ætlum að vinda okkur í eitthvað allt annað hér við Rauðaborðið eftir örskama stund. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is